Góðan dag og verið velkomin að Skjánum. Í þessum fréttatíma ætlum við að fjalla nýliðna Söddberjavíkur Hríseyjarskóla. En hvað Söddberjavika? Heitið Söddberjavika nefnt eftir Söddberj skólum. En í þeim skólum eru nemendur sjálfstæðir einstaklingar sem bera fulla ábyrgð á eigin námi. Í skólunum lýðræði þar sem allir hafa tækifæri til að hafa áhrif í öllum ákvörðunum. Frelsi og gagnkvæm virðing lykilhugtök í skólunum. Alls eru 10 starfandi Söddberj skólar í dag, í Bandaríkjunum, Þýskalandi og Bretlandi. Helstu markmið Hríseyjarskóla með Söddberjavíkuna að koma til móts við nemendur, sýna þeim traust og að nemendur átti sig á því að það hægt að læra á margvíslegan hátt. Í Söddberji njóta nemendur þess að vera í skóla og fá tækifæri til að prófa eitthvað nýtt og læra af mistökum. Söddberjavíkur eru haldnar 2 sinnum á ári í Hríseyjarskóla. Áður en Söddberjavíkan byrjar þurfa nemendur að velja verkefni og tengja verkefnin sín við lykilhæfni. Nemendur þurfa einnig að búa til sína eigin stundartöflu fyrir vikuna og útskýra vel af hverju þau velja þessi verkefni. Í Söddberjavíku hægt að velja vera með eitt stórt verkefni eða mörg lítil. Ég valdi til dæmis að vera með bolti með binna. Bolti með binna eitt stórt verkefni. Og ég gerði líka að ég var að baka og osmó. Í þessari Söddberjavíku valdi ég að vera í blokkaforritun og mikið að föndra. Ég gerði bangsa, vélmenni og ég bakaði og ég strax fann að undirbúa hvað ég ætla að gera í næstu Söddberji. Í þessar Söddberjavíku gerðum við Þáttum Hrísey, í þættinum fjallaði lífið eins og það var í Hrísey eins og í dag. Við töluðum líka við íbúa og eru 6 íbúar í þættinum. Þessari Söddberjavíku valdi ég að sauma púða, einn púða sem skissa á mynd í iPad og hinn saumaði ég. Í Söddberjavíkunni var ég að lesa á ensku. Þetta hér Epic sem app sem kennir manni að lesa ensku, hlusta á ensku og tala á ensku, eiginlega. Það besta við Söddberjavíkuna að fá að velja sjálfur hvað maður gerir. Í Söddberjavíkunni föndrum við harspennur. Við bökum lömmur og fórum með risastafar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Við fórum með að smá og við vorum að lita í iPad. Það besta við Söddberjavíku að ég fæ að ráða verkefnin mín sjálfur. Mér finnst best við Söddberjavíkuna að fara frjálst. Ég elska Söddberji, ég byrja alltaf skólaárið og undirbúa mig fyrir Söddberji. Stundum getur áætlun manns breyst og maður þarf þá að spyrja kennarann hvort maður getur breytt áætlun sinni. Í Söddberjavíku eiga allir nemendur að enda daginn með því að skrifa dagbók sínu kennarann. Í Söddberjavíku þá skilja vídeó til kennara og segja frá sinni viku. Hvað maður gerði, hvort allt gekk upp, hvort maður þurfti að gera einhver breytingar, hvað maður lærði, hvað maður er stoltastur af, hvernig hefur gengið þegar ég við leikina. Í Söddberjavíkunni ákváðum við að breyta aðeins til og höfum 3 þemu í íþróttum. Krakkandi fengu að velja í hvaða hóp þau voru. Hægt var að velja á milli 3 þemu og það voru að vera úti, badminton og boltaíþróttir. Hóparnir hittust síðan og skipulögðu sjálfir sína dagskrá þessa 4 daga sem Söddberjavíkan